Myndskeið af árás á skóla í Íran þykir sannað að bandarísk eldflaug hafi verið notuð. Það stangast á við orð Bandaríkjaforseta. Íslendingur sem bíður þess að komast heim segir að sprengjur og sírenur færist sífellt nær. Ekki verða greidd atkvæði þingsályktunartillögu framhald aðildarviðræðna við ESB fyrr en eftir helgi. Fjölmargir þingmenn eru enn á mælendaskrá. Fólk notar sérsmíðuð áhöld og slípirokka til að komast inn í dósagáma græddarskáta og stelur þeim. Lögregla finnur fólk í gámanum og þjófnaðurinn nemur milljón á mánuði. Leikfangarisinn Lego hefur aldrei hagnast meira en hann gerði í fyrra. Kubba sett fyrir fullorðna sem kostar skildingin er mögulega ástæðan. 60 manna tökulið verður á Hólmavík næsta mánuðinn að taka upp kvikmynd samnefnda bænum. Meðal leikara er fótboltakempa frá 10. áratugnum sem hefur snúið sér að leiklist. Komiði sæl. Nýtt myndskeið af árás á stúlknaskóla í Íran þar sem 165 voru drepnir þykir sýna með óyggjandi hætti að bandarísk eldflaug hafi verið notuð. Það gengur í berhögg við orð Bandaríkjaforseta að írönsk eldflaug hafi hæft skólann. Í myndskeiðinu virðist Tomahawk eldflaug Bandaríkjahers steypast til jarðar og valda sprengingu. Mjög hefur verið deilt hver gerði árásina á skólann og Bandaríkjastjórn segist vera að rannsaka málið. Bandaríkjaher sá eini svo vitað sé sem býr yfir Tomahawk eldflugum. And frankly, that's a point that just isn't appreciated enough. Where things happen that need to be investigated, we will investigate. Síðan stríðið braust út fyrir 10 dögum hefur Bandaríkjastjórn hamrað á því að það eigi ekki eftir að vara árum saman, eins og innrás Bandaríkjanna í Írak og Afganistan. Engin breyting var þar á í dag. Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. Trump segir að ráðist verði á Íran af 20 sinnum meiri þunga en hingað til hefur sést ef stjórnvöld í Teheran heimila ekki ferðir olíuflutningaskipa Hormúzsund. Sem stendur eru þær óheimilar, eitthvað sem keyrt hefur upp heimsmarkaðsverð á olíu. Verðið lækkaði skarpt við þessa yfirlýsingu Trumps í morgun. Í dag eins og áður hafa Íranar gert árásir víða með Austurlönd. Að sama skapi hefur Ísraelsher haldið árásum sínum á Líbanon áfram. Eyðileggingin er mikil í Dahie hverfi Beirút sem herinn segir að sé vígi Hezbollah. 700.000 Líbanar eru á flótta innan landsins og þúsundir annarra hafa flúið til nágrannaríkja. Síðustu 10 daga hefur Ísraelsher drepið hátt í 500 í Líbanon, þar af 84 börn. 126 íslenskir ríkisborgarar hafa óskað eftir aðstoð borgaraþjónustunnar við að komast heim frá Mið-Austurlöndum vegna stríðsátakanna. 6 eiga enn eftir að koma þaðan, það eru 2 fjölskyldur í Íran. Til viðbótar eru 4 enn úti í Mið-Austurlöndum en komin við flug þaðan. Borgaraþjónustan hefur aðstoðað tæplega 50 Íslendinga með skipulögðu björgunarflugi annarra Evrópuþjóða og rúmlega 70 komið sér á eigin vegum á svæðinu með almennu farþegaflugi. Þá eru rúmlega 100 sem hafa tilkynnt borgaraþjónustunni að þau ætli ekki að yfirgefa svæðið að svo stöddu. Langflestir þeirra eru í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íslensk kona sem býr í Barein en fór í dag með björgunarflugi með milligöngu borgaraþjónustunnar segir að sprengjugnýrin hafi færst nær síðustu daga. Nóttin í nótt og morgunin og í gærdagurinn og nóttin þar á búið vera bara ræðilegt. Bara endalaust sírenur og sprengjur og þetta bara að færast nær okkur, sko. Það virtist í upphafi bara verið að ráðast á það sem að bandaríski herinn var. En svo í nótt þá var ráðast á íbúðabyggingu þar sem að virtist ekki vera neitt tengt bandaríska hernum, sko. Ein kona dó. Guðlaug hefur búið í Barein í 14 ár. Í gær féll stór sprengja á olíuhreinsunarstöð nærri borginni. Hún var mjög hávær og þá vorum við alveg, já, þetta
þetta orðið hann svo mikið og þá fann ég fyrir hræðslu, sko. Hún ákvað því að stökkva á flug til Parísar ásamt syni sínum á vegum franska ríkisins með hjálp borgarþjónustunnar. Þeir eru búin að vera ótrúlega öflug í að koma okkur á flug. Þannig að bara ótrúlega ánægð með það og þakklátt fyrir það. Og hvernig heldur að verða að koma heim? Það verður held ég bara rosalega fínt að geta sofið kannski í 6-7 tíma. Ekki vakna á 2 tíma fresti með einhverja sírenur, sko. Fjármálaráðherra segir að grannt verði fylgst með viðbrögðum olíufélagana hér á landi vegna breytinga á heimsmarkaðsverði. Umtalsverðar hækkanir á olíuverði gerir það að verkum að það verður erfiðar að koma böndum á verðbólgu. Olíuverð á heimsmörkuðum hefur snarhækkað á síðustu vikum vegna átakana í Miðausturlöndum. Íslensku olíufélögin hafa verið að hækka eldsneytisverð til að bregðast við þessari þróun og það eykur verðbólguþrýsting. Fjármálaráðherra segir hækkanir olíufélaga á eldsneytisverði benda til þess að birgðastaða þeirra sé almennt mjög lítil. Svo ég segi, það geta verið málefnalegar ástæður fyrir því að byrðir eru mjög litlar að olíuverð breytist eiginlega umsvifalaust. En þá ætti þetta líka að vera þannig að leið og olíuverð lækkar að þá ætti verð á eldsneyti að lækka og við munum fylgjast náið með því. Ráðherra hefur fundað með fulltrúum vinnumarkaðarins til að móta aðgerðir gegn verðbólgu. Til stendur að þær verði kynntar síðar í þessum mánuði. Hækkanir á olíuverði hafi þó áhrif. Við þurfum átt okkur á því að þessi verðbólga, þessi innflutta verðbólga, hún hefur auðvitað lítið með hagstjórn á Íslandi að gera, en hún gerir ekki verkefnið okkar auðveldara. Óvissan og óróin á alþjóðamörkuðum hefur líka haft neikvæð áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér heima. Þar hafa augu margra beinstaða hlutabréfaverði í Icelandair sem hækkaði reyndar í dag eftir miklar lækkanir í vetur. Ráðherra segir umsvif og eðli lífeyrissjóða á markaði hafa áhrif á verðþróun hlutabréfa. Ég held almennt séð að þá ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hversu lítil almenn þáttaka á hlutabréfamarkaði á Íslandi og það ástæða til þess að allavega ræða hvort að við væri mögulegt að grípa til einhverja aðgerða til þess að fá fleiri til að taka þátt. Við vitum að lífeyrissjóðirnir eru mjög umfangsmiklir á markaði, þeir eru áhættufælnir og það gerir það verkum að þessi markaður verður veikar en annars hefði átt að vera. Umræða þjóðaratkvæðagreiðslum áfram aðildarviðræðna við Evrópusambandið héldi áfram á Alþingi í dag. Þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður sér eitthvað til lands í þessari umræðu. Nei, það gerir það nú ekki, en þessu miðar hægt en örugglega fram. Það eru enn fjölmargir þingmenn á mælendaskrá og við getum alveg lofað því að þetta er ekki að fara að klárast í kvöld. Þannig að þar sem eru nefndadagar á morgun og á fimmtudaginn þá er þetta mál ekki að fara til nefnda fyrr en eftir helgi, en hvort það verður á mánudag eða þriðjudag, það get ég ekki sagt til um. En Magnús Geir, hafa þetta verið líflegar umræður? Ég myndi ekki kannski nota orðið líflegt, en enga síður ágætar umræður og sem hafa mestu farið fram í bróðerni. Það hefur verið snert á ýmsum flutum, hvort það er þjóðaratkvæðagreiðslan, aðildarviðræðurnar eða sjálf ESB-aðildin. En ég sagði að mestu því umræðan tók óvæntan snúning hérna miðjan dag þegar það kastaðist í kekki milli Dags B. Eggertssonar og Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar meint tengsl Miðflokksins við makahreyfinguna. Að Miðflokkurinn þarf auðvitað að gera hreint fyrir sínu dyrum varðandi tengsl við makahreyfinguna sem við lásum í erlendu fjölmiðlum sem var óþægilegt eins og formaður Miðflokksins mundi orða það. Eina sem hann hefur fram að færa sem viðbrögð eru meiri lygar. Meiri lygar sem hann hefur frá einhverjum vinum sínum sem að spunnu furðu þráð sem ekkert er hæft í. Það hefur raunar verið bannað í íslensku lögum frá 6. júní 1978 að þiggja fé eða aðra hagsmuni frá erlendum aðilum og þess vegna er þetta mikilvægt mál, sérstaklega núna þegar við lifum í heimi þar sem að erlendir aðilar eru að hafa áhrif á kosningar allan heim. Frú forseti, það hefur lengi verið vitað að hv. þingmaður Dagur B. Eggertsson kynni ekki að skammast sín, við þekkjum mörg dæmi það, en hann lætur það ekki nægja. Heldur kemur hann aftur og gefur til kynna að fram hafi farið saknæmt athæfi ofan á allt hitt og látum þá neita því. Þetta er óviðunandi, frú forseti. En Magnús Geir, umræðan heldur þá áfram eftir helgin, gerist ekkert í þessu máli fyrir þá?
Jú, raunar eins og ég sagði þá eru nefndardagar framundan og þá utanríkismálanefnd kemur saman til fundar á fimmtudaginn og þá er gert ráð fyrir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra komi á fund nefndarinnar. Hún hélt raunar til Washington núna síðdegis til að funda með bandarískum ráðamönnum en er væntanleg aftur til landsins á fimmtudagsmorgun og heldur þá beint hingað á fund nefndarinnar. Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi, takk fyrir þetta í bili. Og við snúum okkur á öðrum. Franska konan sem í farbanni grunuð að hafa stungið eiginmann sinn og dóttur á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrrasumar hefur breytt framburði sínum og segist nú ekki hafa stungið þau. Þegar hún var handtekin á vettvangi sagðist hún hafa drepið 2 manneskjur. Konan var í gæsluvarðhaldi fram í september en var þá úrskurðuð í farbann sem var nýverið framlengt fram til 30. mars. Í úrskurði Landsréttar eru óhugnanlegar lýsingar á því sem gerðist þessa nótt. Þegar lögregla kom á vettvang sagðist konan hafa drepið 2 manneskjur. Eiginmaður hennar var þá látinn á gólfinu og búið að breiða yfir hann lag. Í rúminu var dóttir þeirra einnig látin. Bæði voru með 2 stungusár, maðurinn á kvið en dóttirinn við brjóst. Töluvert blóð var í hótelherberginu. Konan var flutt á bráðamóttöku Landspítala með samfall á lunga. Þar sagðist hún hafa ætlað að fremja sjálfsmorð með því að stinga sig í hjartað. Þá sagði hún við hjúkrunarfræðing þannig að lögreglumaður heyrði til að eiginmaður hennar væri dauðvona og hún hefði ekki viljað að dóttir þeirra yrði ein eftir lifandi. Við skýrslutöku hjá lögreglu sama dag sagði konan að fjölskyldan hefði ákveðið að fremja sjálfsvíg saman. Dóttirinn hafi verið fyrst og það tekið langan tíma. Konan vildi ekki tjá sig nánar það en lýsti sjálfri sér sem skrýmsli. Því næst hafi eiginmaður hennar stungið hana en ekki hitt í hjartastað. Þá hafi eiginmaðurinn ætlað að stinga sjálfan sig en beðið konuna að stinga sig sem hún hafi gert. Í næstu skýrslutöku nokkrum dögum síðar breytti konan framburði sínum aftur. Þá neitaði hún að hafa stungið þau og sagði að eiginmaðurinn hefði fyrst stungið dóttur þeirra og svo hana sjálfa. Það hafi verið hann sem hafi komið með hnífa til landsins og ákveðið stað og stund fyrir verknaðinn. Vinnuveitendur geta verið í lykilstöðu til að hjálpa þolendum heimilisofbeldis. Ný tegund tryggingar á að koma til móts við fólk sem þarf leyfi í slíkum aðstæðum. Stuðningsleyfir viðbót tryggingafélagsins varðar við slysatryggingar fyrirtækja en með því fá atvinnurekendur bætur fyrir launa leyfi starfsmann sem þolandi ofbeldis í alltaf 2 vikur. Tilgangurinn að fólk sem að vinna sig út úr ofbeldi í nánu sambandi geti breytt aðstæðum sínum án þess að óttast tekjutap. Og þá getur hann atvinnurekandi stutt við starfsmannin og senda hann í leyfi á þess að starfsmann tapi laun. Og hugmyndin kom frá nokkrum fyrirtækjum hér á landi sem hafa bætt stuðningi við þolendur ofbeldis í mannauðsstefnu sína. Við hittum félögin sem búin að gera þetta og náttúrulega líka þau sem fagaðilana sem að vinna að þessu og þá einhvern veginn verður til bara hvernig getum við kalla fram samtalið við fyrirtækin og stutt þau. Haldnir vera fræðslufundi fyrir stjórnendur og almenningum hvaða einkenni geti birst á vinnustöðum og viðbrögð við þeim og það verður gert í samstarfi Bjarkarhlíð miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Vinnustæðurinn er oft eini staðurinn þar sem að einstaklingurinn getur upplifað öryggi í að segja frá og það sem eru einstaklingar sem geta gripið hann. Nokkuð að vinnuveitendur leiti til Bjarkarhlíðar og leiti ráða hvernig þeir geta aðstoða starfsmenn sem eru þolendur ofbeldis. Það hefur verið að hjálpa þeim að koma í Bjarkarhlíð, hjálpa þeim að bóka tíma vegna þess að það hefur verið að fylgjast með símanuðinu, bæði staðsetningu og við hvernig þú ert að tala. Þá getur ekki bóka tíma sjálfur og þá hafið jafnvel keyrt fólk í Bjarkarhlíð vegna þess að það hefur kannski verið að fylgjast með bílunum líka. Þannig að ég hef séð mörg dæmi það að vinnustaðar hafi stigið mjög vel inn og verið lykil aðilar í því að hjálpa fólki í að komast út úr þessum alvarlegum aðstæðum. Það geta allir orðið fyrir þessu. Gerendur og þolendur eru allstar í umhverfinu okkar og þeir eru mjög líklega bara á vinnustað flestra. Dagný Aradóttir Pendi BSRB var eitt þeirra stéttarfélaga sem stóð fyrir fundi í síðustu viku þar sem var verið að ræða þessa hluti. Hver eru áhrif ofbeldis í nánum samböndum á vinnumarkaðinn? Þau eru ýmiss konar. Þolendur geta orðið fyrir því að þetta verður áhrif á það hvernig þau sinna vinnunni sinni eða geta mætt í vinnu
og jafnvel horfið af vinnumarkaði og svo svona hinbóginn eins og Jenny sagði þá getur vinnustaðurinn verið öruggur staður og líka bara innan vinnustaða þá ef það fer fram alls kyns fræðsla eins og Vörður var að kynna á Bjarkarhlíð þá getur það auðvitað haft tölulega áhrif. En þetta til marks breytta tíma að þetta sé breytt viðhorf, að það sé verið að ræða ofbeldi á vettvangi vinnumarkaðarins? Já, þetta svolítið ný umræða og svona alþjóðlega þá hefur orðið mjög mikið þróun kannski svona síðustu 5 ár. En hér á Íslandi, þráttur að við höfum mikið talað kynbundið ofbeldi, þá höfum við kannski ekki beint sjónum okkar að vinnumarkaðnum. Þannig að já, það virðist vera einhver smá bylgja í gangi núna. En sjáu þið hjá BSRB þeir eru ykkur í að frekara samstarfi svo bara við stjórnvöld og fyrirtæki? Já, við gerum það alveg klárlega. Stjórnvöld hafa tekið jákvætt í þetta, þó við séum kannski ekki búin að hefja samtal. Að samanskapið þurfum við að ná samtali við atvinnulífið og þá auðvitað þetta skref sem að Vörður steig í dag og alveg frábært. Það með þá auðvelda kannski fyrirtækjunum að stíga inn í þetta. Þannig að þú myndir merkja að það sé vilji hjá stjórnvöldum og vinnumarkaðnum og fyrirtækjunum að taka þátt í þessu. Já, mér heyrist það og samanskapið bara mikil viðbrögð frá alls konar fólki sem finnst þessu umræða mjög mikilvægt. Þannig ég vona bara að hún beri árangur. Frábært, Dagný Arnardóttir Pind, takk fyrir að koma hingað til okkar. Og að allt öðru, þjófnaður úr dósagámum grænna skáta nemur hátt í 12 milljónum á ári. Lásarnir eru skornir í sundur með slípirokkum og lögregla hefur fundið fólk í gámunum. Grænir skátar eiga á rekum 260 söfnunargáma fyrir drykkjarumbúðir víða land og ágóðinn rennur til skátastarfs og björgunarsveita. En ekki skila sér allt úr gámunum til góðra málefna. Við erum áætla að það sé svona 8-10% af heildarinkomuna okkar sem stolið. Sem hátt í 1 milljón á mánuði. Í bígerð að skipta gámunum út fyrir aðra sem erfiðar að brjótast inn í, en það kostar mikið og tekur tíma. Grænir skátar hafa ekki bolmagn til að hafa eftirlit með gámunum. Þeir eru oft staðsettir á grenndarstöðvum Sorpu sem ætlar að setja þar eftirlitsmyndavélar og skátarnir munu njóta góðs af því. Ýmsum brögðum beitt til að ná dósum og flöskum úr gámunum og fundist hafa áhöld til þess ætluð í og við gámana. Eins og þessi hérna, að það eru krækir í pókanum og tekur hana tilbaka úr gámnum. Eitt af því sem núna búið að vera að plaga okkur er fólk mæti með slípurokk og saga sig gegnum lásinn. Og það er ekki sem tekur talsverðan tíma, þetta eru mjög öflugir lásar sem eru á gámunum. Þannig að við komum til yfir og enda þetta gert yfir til miðanótt. Erum við með dæmi svona hvernig þeir skemma í raun og veru læsingarnar á gámunum, þannig að saga í raun og allt í sundur og við höfum núna síðan í september verið að tapa cirka 3 svona lásum á viku þannig að þetta eru orðnir einhverjir 12 lásar á mánuði, 12-15 lásar á mánuði. Og aðferðirnar eru fleiri. Til dæmis á síðasta ári þá tók lögreglan einstakling sem var ofan í gámnum. Þessi lítill nettur einstaklingur, þá er þetta skóflónurinn ofan í gáminn. Og þannig hægt að stela úr þessu. Þá eru venjulega 2-3 einstaklingar sem eru að stunda þetta saman. Þú þarft að vera, er þetta börn? Já, allan mjög nettur einstaklingur, lítill. Hvernig var í þessu tilviki? Var það barn eða fullorðið? Þetta var kona, þetta var lítil kona. Og Jón Ingvar segir að það mál hafi verið kært en síðan fellt niður. Þetta eru þó nokkra kærur og tilkynningar sem við höfum gert. Og hefur allt verið látið falla niður? Já. Í vikunni kærðu grænir skátar fólk fyrir dósaþjófnað úr gámum í Grímsnesi en athæfið náðist á upptöku. Þessir einstaklingar eru búin að stela á bilinu 34 milljónir á síðastliðnu ári. 60 manna kvikmyndateymi verður að störfum á Hólmavík næsta mánuðinn og fótboltakempan Erik Cantona er meðal leikara. Kveikjan af myndinni er tilskipun frá 16. öld að Baskar væru rétt dræpir á Vestfjörðum. Roll camera, rolling! I love to Icelandic people to kill Basque people like me. I read this story in the newspaper. I remember 5-6 years ago. Þetta voru reyndar ekki lög, heldur tilskipun Ara Magnússonar, sýslumanns í Ögri á 16. öld að Baskar væru réttdræpir á Vestfjörðum. Jónas Guðmundsson, þáverandi sýslumaður á Vestfjörðum, afturkallaði tilskipunina 2015.
Aðalhlutverkið í myndinni leikur Sergio Pérez Mencheta, baska sem kemst í hann krappan á Ströndum. Annar leikari í myndinni einnig mörgum kunnur. Það frönsk fótboltastjarna sem spilaði breska boltanum í gamla daga, heitir Eric Cantona, var frægur fyrir ýmislegt annað en að spila fótbolta. Leikstjórinn hrifinn af því að geta tekið myndina á Ströndum, þar sem baskarnir voru vegnir á 16. öld. Hann segir Hólmavík minna sig á bæ í vestra. It's a town in the border, just in the border, no? There is nothing more far away, so I like this idea of a western. Þorkell segir verkefni eins og þetta góðan bita fyrir bæinn. Við erum 33 daga í tökum, svona eins og planið núna. Við erum með svona 60 manns í vinnu hérna. Og svo bætast við svona fólki hérna úr plássinu og við erum bæði að vinna fyrir okkur og þjónusta og leika. Það ekki sagt nei, heldur bara við skulum athuga hvað þetta að gera og yfirleitt leyst. Það aðeins eitt sem ekki eins og leikstjórinn sá það fyrir sér. Has the weather been everything you've been hoping for? I like to have a little more snow. Í Laufeyjarlandi í Smáralind hægt að kaupa ýmsan varning tengdan tónlistarkonunni Laufeyju. Biðröð myndaðist fyrir utan þegar búðin var opnuð í hádeginum og aðdáendur þustu inn þegar hliðið var opnað. Laufey heldur tónleika í Kórnum helgina og að þeim loknum verður búðinni lokað. Grunnskólar í Kópavoginum voru vist í fríi, þannig að það var komin röð á krökkum hérna fyrir framan þegar við mættum í morgun. Ég var að kaupa mér þessa hettupeysu sem rosa sæt og ég keypti líka ból. Ég keypti mér fána og síðan keypti ég mér svona poka. Við erum með vínilinn hennar, við erum með geisladiskinn hennar, síðan erum við með lyklakippur og poka og fleira skemmtilegt. Þetta ekki bara verslun? Nei, við verðum meðal annars með tónleika hérna á fimmtudag og föstudaginn á þessu litla sviði hérna. Já, ég keypti mér ból, svona, að því að mér finnst gaman að hlusta á lögin hennar og mér finnst það bara frábær söngkona. Ætlið þið að fara á tónleikana? Já, ég fer á laugardaginn. Það er í peysunni? Örugglega. Danski leikfangarisinn Lego skilaði methagnað í fyrra og rekstur fyrirtækisins hefur sjaldan gengið eins vel. Ástæðan kannski sú að fullorðnir kaupa í meira mæli en áður. Hagnaðurinn nam 325 milljörðum íslenskra króna. Það meira en þrefaldur hagnaður stóru íslensku bankana þriggja á síðasta ári samanlagt. Það skrítið til þess að hugsa að á öld snjallsímans og tölvunar, þar sem krakkar hætta jafnvel að leika sér með leikföng 7-8 ára, mun fyrr en áður, að þá skuli leikfangaframleiðandi eins og Lego skila methagnaði. Skýringuna á þessum methagnaði til vill að finna í verslunum sem selja Lego. Þar má finna til dæmis svona kassa á fáeina þúsundkalla fyrir börn, þetta þekkjum við. En það líka hægt að finna risastóra kassa eins og þennan hér. Hann þungur í þokkabót. Hér risastór kassa af Lego og sumir svona kosta vel á annað 100.000 króna. Það ekki bara börn sem að leika sem er Lego eða eitthvað? Nei, alls ekki. Þetta að verða mjög stórt meðal fullorðna líka og bara fólk á öllum aldri. Og það það fólk sem verslar þetta Lego sem í boði hér eða hvað? Já, aðalega. Eða 18+ línuna. Í 18+ línunni allt milli heimins og jarðar. Fígúrur úr vísindaskáldskap, gröfur, tæki og formúlubílar. En líka þessir blómvendir sem ruku út á konudaginn. Þessar litríku rósir fölna ekki og lifa að eilífu, en sá galli þó á gjöf njarðar að þær safna ryki. Berglind segir best að nota förðunarbusta til að dusta það af. En af hverju eru fullorðnir að leika sér að því að Lego þetta bara leikföng? Af hverju það gaman fyrir fullorðna líka? Því að mig grunar að sé að þá fáum við tilfinninguna eins og við séum börn aftur og við fáum að leika okkur. Átt þú mikið af Lego heima? Ég held að ég sé að verða komin upp í 400-500 sett. 400-500 sett? Já. Það hljóta að vera margar milljónir í Legoði þá? Það dýrt, já. Já, segjum ekki meira um það. Jæ. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Mikil umræða hefur verið stöðu Icelandair undanfarna daga og gengi hlutabréfa í félaginu. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, gestur Kastljós.
Daniel Smári fann sína fjöl í starfstengdu námi á Lagernum hjá Jóhann Rönning eftir hann hafði hvorki fundið sig í námi né starfi nokkurt skeið. Og þá bara var ég eiginlega komin á hornin og þurfti að finna mig aftur. Hver hefur ekki látið sig dreyma að tæti í sundur andleg þyngsli og losa sig þannig við þau varanlega. Nú það mögulegt í Monster í listaverkinu í Ásmundarsal. Það skiptir svolítið máli að geta fyllt hugsuninni kannski yfir í eitthvað sem tætist niður. Og þá það veðrið, norðan og norðvestan 8-15 metrar á morgun og snjókoma eða slitta, en hægari og lengst af þurrt syðra. Hiti verður nálægt frostmarki en að 5 stiga hita á Suðausturlandi yfir hádaginn. Við fjöllum hins vegar nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Arna Sigríður Albertsdóttir varði 19. sæti í sprettgöngu á vetrarólympíumótinu á Ítalíu í morgun. Hún var lítinn tíma til að jafna sig því næsta grein hennar strax í fyrramálið. Ætla að leggja mig og fá mér jafnvel smá gelato og Ákaflega snúin staða komin upp í úrvalsdeild karla í handbolta. Aðeins einum ferðir eftir en hvorki deildameistaratitilinn, fallið, umspilið, né sætin í úrslitakeppninni hafa verið útkljáð. Og Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari í handbolta fagnar því að geta leikið vináttuleiki fyrst íslenska liðið sleppur við umspilum sæti á HM. Næstu 8 leiki liðsins fram að HM eru þegar klárir. Þetta gefur bara ákveðin fyrirsjáleika. Íþróttir eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Myndskeið af árás á skóla í Íran þykir sanna að bandarísk eldflaug hafi verið notuð. Það stangast á við orð Bandaríkjaforseta. Íslendingur sem bíður þess að komast heim segir að sprengjur og sírenur færist sífellt nær. Ekki verða greidd atkvæði þingsályktunartillögu áframhald aðildarviðræðna við ESB fyrr en eftir helgi. Fjölmargir þingmenn eru enn á mælendaskrá. Fólk notar sérsmíðuð áhöld og slípir okkar til að komast inn í dósagáma grænna skáta og stelur þeim. Lögregla finnur fólk í gámanum og þjófnaðurinn nemur 1 milljón á mánuði. Leikvangarisinn Lego hefur aldrei hagnast meira en hann gerði í fyrra. Kubbar sett fyrir fullorðna sem oft kostar skildingin mögulega ástæðan. 60 manna tökulið verður á Hólmavík næsta mánuðin að taka upp kvikmynd samnefnda bænum. Meðal leikarar fótboltakempa frá 10. áratugnum sem hefur snúið sér að leiklist. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við á fréttastofunni, við þakkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Verið sæl.